komið sæl og blessuð. Velkomin í einn vinsalasta lið samstöðvarinnar. Við köllum hann óþekkta þingmanninn og erum hér að reyna að kynna til sögunar þingmenn sem að fengu brautargengi í síðustu alþingiskosningum. En þjóðin kannast kannski ekki allt of mikið við. Suma þeirra þekkjum við nánast ekki neitt, en aðrir hafa kannski verið kunnir af öðrum störfum. En sem þingmenn eru þessir einstaklingar okkur mörgum hverjum ókunnir og hugmyndin með óþekkta þingmanninum er að róa á persónuleg mið, reyna að kynnast manneskjunni á bak við þingmanninn. Það sé ekki svona tugur af þessum 34 sem við erum búin að ræða við, 34 og sá sem að ætlar að spjalla við okkur í dag. Það er ansi margir sem að hafa skoðanir á honum. Ég held að sumir hreinlega elskan, en svo les maður líka fyrirsagnir hann að þar sem hatur kemur við sögu. Velkomin Snorri Másson. Já, takk hérlega fyrir. Þú ert næst yngsti þingmaður okkar á Alþingi Íslendinga sem stendur. Já. Og þú hefur staðið í stórræðum núna undanfarið. Ég ætla að byrja á því að óska til hamingju með strák sem er nýr í fjölskyldunni. Já, þakka hérlega fyrir. Það var að bætast við þriðji strákurinn hjá okkur. Já, og er búið að nefna hann? Já, Jón Snorrason. Jón Snorrason. Jón Snorrason. Já. Þetta hefur verið svona stefnan hjá okkur að halda okkur við svona norrænan minimalisma. Hinn heitir Már Snorrason og svo heitir elsti Theodór. En hann kom í heiminn núna fyrir 3 vikum sko, og þannig að núna er ég búin að vera síðustu 3 vikur í smá orlofi og er á leiðinni inn á þingið á mánudaginn, þannig að en við ætlum náttúrulega ekki að heita upp fyrir pólitíkinni hér sem betur fyrr, en maður þyrfti að fara að gera það er búið að vera mikið að vera, maður hefur fylgst með því að hliðalínunni og ekki laust við að mann klægi við ákveðnar kringustæður í fingurna að þú veist, leggja sér þetta mörgum, gera eitthvað, segja eitthvað, en núna er allan að koma að því að ég er að fara aftur inn á mánudaginn, mjög spenntur. Já, og þegar þú segir mánudaginn þá er það í rauninni í dag. Nákvæmlega. Því við erum að spjalla saman á föstudegi. Akkurat. Í dag er 16.5. og mögulega mun eitthvað það sem við segjum verða úrelt eða hljóma einkennilega þegar þátturinn er spilaður, en við tökum sénsinn. Já. Sko, Snorri, þú ert náttúrulega meiri karlinn, getur maður sagt. Já. Og það er svona snemma sem maður tekur eftir að þú ert meðvitað og ómeðvitað að ögra og svona taka þér pláss og marka þér sérstöðu. Hver er þín fyrsta minning? Hvernig byrjar þetta ferðalag þitt? Mín fyrsta minning? Ég á minningar af leikskóla, kannski, á Mýri í Litla Skerjafirði, þar sem ég var. En síðan var ég líka kannski heldur minningar minningar að því að hlaupa í kringum íbúðina í íbúð sem við byggum í Sevilla þegar ég var 5 ára. Já. Þar voru foreldrar mínir í rannsóknarleyfi á síðasta ári mínu í leikskóla. Þá fór ég í 0. bekk í spænskum nunnuskóla í Sevilla. Já. Og þar hlupum við kringum íbúðina og ég myndi halda að þetta væri svona allavega skýrminning sem ég man. Ekki svona miklu fyrir, sumir bróður minn segist muna dót frá 2-3 ára aldri og ég neita að trúa því. En það var góð dvöl á Spáni á sín tíma þegar maður hugsar út í það, þegar maður svona, því maður er ekkert vanið kannski að fara á dýptina sína persónulegu æsku svona í viðtölum sko. Nú er tækifærið. Þannig að ég myndi segja að þetta væri kannski fyrsta minningin, en auðvitað að mörg að taka einhver síður, svo byrjar lífið og ég á mjög ágæta minningar á æskunni sko. Já. Það er spátsnemma. Hverjir eru foreldrar þínir? Já, foreldrar mínir eru Margrét Jónsdóttir Njarðvík sem nú er rektor á Bifröst og Már Jónsson sem er prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands. Þau fóru, þetta er nú bara kannski rúmlega hálfsás rannsóknarleyfi, en þau voru að öðru leyti sem sé í akademíu og faðir minn hefur alltaf haldist þar. Móðir mér var í akademíu og var með doktorspróf í spænskum bókmenntum frá Princeton og var við Háskóla Íslands við kennslu framan af, en svo skipti hún yfir í Háskólann Reykjavík þar sem hún fór að vinna svona meira í administratíft í alþjóðamálum.
En faðir minn var áfram í akademíu og í rannsóknum, bara sagnfræði rannsóknum og skrifum. Og hann einhver afkastamesti maður sem ég veit í því að skrifa sagnfræði. Og þannig ég elst upp í svona kennara umhverfi að því marki, en kannski ekki samt svona hefðbundið, sko, þegar fólk á kannski, ég hef ekki alveg upplifað mig sem kennarabarn, alveg, þó að margir sem eru kennarabörn eru svona, mér finnst kennarastarfið, mér finnst það virðingarvert erfiðis starf, að ég svona veigra mér við að fallast alveg á að leyfa prófessorum við háskólana að vera, sko, alveg kennarar í þeim skilningi, sko, þeir eru erfið ekki alveg að mikið á þessum vígvelli kennsluna sjálfrar, en í akademískum störfum og rannsóknum þá enda er það hlutverk prófessorana, sko, að rannsaka og fara aðeins á dýptina í efnið, sko. Þannig að því markið þá elst ég upp í svona umhverfi það sem er lögð áhersla eða óhjákvæmilega bara, þetta er það sem fólk gerir, sko, og það er eiginlega og þegar ég hugsa út í það núna þá svona eiginlega í seinni tíð, og það tekur mann mjög mörg ár, held ég, og alla, sama úr hvaða umhverfið þeir koma, að átta sig á því að þetta er ekki veruleiki allra, skilur, sama hvort að fólk sé að komið að læknum eða í smiðum eða fólk sem í rekstri hvers konar, þá bara elst maður náttúrulega upp eins og fiskur í vatni. Og þannig að það er ofta, og ég fattaði ekki fyrir hvað tekur langan tíma inn í fullorðinsárunum að fatta, þetta hérna í minni æsku var bara kannski bundið við okkur, og þetta er ekkert svona allstaðar. Ekki universal lögmál. Nei, en þegar maður yngri þá alltaf heldur við gengum maður út frá því, sko. En sérstaklega líka bara í störfum mínum, sko, sem þingmaður og líka sem blaðamaður, þá fær maður þetta tækifæri til þess að tala við fólk alveg úr öllum mögulegum áttum, sko, og líka náttúrulega í útlöndum og fólk á alls konar uppruna, þá fattar maður, heyrðu, þetta er bara, lífið er svo ótrúlega fjölbreytt, en ég er mjög ánægð með hvernig það var hjá mér, sko. Það mótaði, heimilismenningin mun hafa mótað mig mjög sterklega, sko. Já, af því nefnir blaðamennskuna, ég segi stundum þegar fólk er að ræða hugvíkandi efni, þið þurfið þau ekki farið bara í blaðamennsku. Já, nei, það er ótrúlegur miði inn í samfélagið, blaðamennskan. Og að mörguleiti, ef maður hugsar Ísland, þá höfum við svona nokkra innan gæsalappa stéttajafnara, ef að svo má heita. Ég veit að stéttaskipting er við lýði, en við höfum svona stökkpalla í kerfin okkar, þar sem að fólk getur einhvern veginn farið, ég segjum svo upp stétt eða fengið aðgang að nýjum sviðum samfélagsins. Eitt er auðvitað menntakerfið sem við höfum talað sem eins og til bara þetta kerfi í framhaldsskólum, að fólk geti farið í félagslegur hreyfanleiki. Þessi hreyfanleiki sem að við teljum öll æskilega, en það býr til íslenska drauminn, sko, að þú getur náða lengra og gert meira og leggur á þig og reynir að vera með eitthvað framlag. En eitt er svona lúmskur þáttur í þessu er líka auðvitað náttúrulega óhjákvæmilega atvinnulífið, og mér finnst blaðamennska mjög skýrt dæmi það. Þar kemur líka fólk úr öllum áttum, þó að kannski dæmigerðu áttirnar séu svona tengdar fólki sem kannski hefur tilhneigingu í áttahugvísindum eða félagsvísindum og annað eins, en þetta er ekki algilt. Og þegar ég vann í blaðamennsku, ég byrjaði á Morgunblaðinu 2018, það fannst mér ekki að til þess hugvísindi væru allsráðandi þar. Það er þarna, ef þú hugsar mennta bakgrunn fólks. Í fyrsta lagi alls ekki allir sem höfðu gengið menntavegin, heldur eins og ég náttúrulega líti á blaðamennskunni, það er ekkert hægt að kenna þetta, það er bara reynslan sem kennir þetta. Þó að menn vilja halda því fram upp í háskóla núna að það sé mjög nauðsynlegt að kenna það, og ég held að sé verið að færa blaðamennsku inn í grunnnám líka í háskólastígi. Ég held að hafi alltaf verið hægt sérst á Akureyri, en núna á líka að gera í Háskóla Íslands. Fjölmiðlafræði fyrir norðan, ekki blaðamennsku. Já, þarna, nei, en núna veði ég og reyni í annað, en sem sagt blaðamennska er ótrúlegur miði, af því að þá máttu náttúrulega bara taka upp símann og hringi hvert sem er, sko. Þarft ekki aðra ástæðu en bara að þú sett blaðamaður. Einmitt, og endalausar rannsóknir, og maður er ekki svona jafnbundin af forminu eins og til dæmis foreldrar þínir sem þau eru þá bæði með doktorsgráður. Jú. Og það er náttúrulega kannski ekkert mjög algengt að sko við séum Íslendingar og báðir foreldrar okkar séum með doktorsgráðu. Nú hefði kannski, dettur mann í hug að fyrir þér hefði geta legið
að bætast í hóp mikilla menntamanna en þú hefur ekki farið þá leið. Ertu ekki bara með eitthvað pungapróf í einhverja BA-gráðu? Jú, ég bara með pungapróf. Ég með BA-gráðu í íslensku fræðum og náttúrulega, ég meina ef út í það farið þá náttúrulega, ég hef ekki sko útilokað að fara þá til frekara náms á einhverjum tímapunkti en ég held að ég lifi í aðeins breyttum heimi og ólíkum heimi en þeim sem kannski til dæmis foreldrar mínir ólust upp í. Þetta gildi hinnar formlegu gráðu, ég hugsa að það hafi allt aðra merkingu í hugum til dæmis mín en forfeðra minna, ég meina, og ef út í það farið þá var amma í bókmenntum líka og starfaði sem prófessor, amma Helga Kress og pabbi hennar var líka prófessor í íslenskri málfræði, þannig að það væri ekkert óeðlilegt að ég yrði prófessor í íslenskri málfræði. Ertu að segja að veri meiri hvati fyrir þau að já, ég myndi, eða sko ég held bara að þessi formlega leið og inn í akademíu hafi verið mjög farsæll farvegur á þeirra æviskeiðum og í þeirra lífum til þess að fara inn í þessa rannsókn á samfélaginu sem þetta náttúrulega bara á endanum, þetta bara rannsóknar aðferð. En ég tel mig að mörgu leyti þótt að ég sé kannski í pólitík sem maður aðgerða líka, þá þetta líka rannsóknar vinna í raun og veru. Ég vinn við að athuga samfélagið og auðvitað gerist það alltaf með hliðsjón af bókmenntum og sögu og öðru eins. Þannig að mér finnst þetta ekkert eðlis ólíkt því til dæmis bara einmitt að vera í málfræði, að vinna við það, sko. Þó, jú, þetta auðvitað eðlis ólíkt, en mér líður ekki eins og ég sé svona langt frá þessu, það er kannski mín merking. Og svo finnst mér háskólarnir, ég hugsa að ég með mínar pólitísku hugsjónir myndi ekkert rekast endilega nógu vel inn í háskólasamfélaginu. Það er fullt af frábæri fólki þar með alls konar mjög góða vinnu í gangi, mjög mikilvæga vinnu en heildarstemningin, og ég held að ef þú ætlar að feta upp meðdórastigann þar þá heldur sér ekkert sella hentu þetta að vera miðflokksmaður, sko. Alls ekki, sko. Þannig að ég svona mörguleiti utangarðspólitískt út frá akademíinu, sko, og ég stundum fundið fyrir því, sko, því að við nefndum hérna í inngangi að þetta er ekkert alltaf óumdeilt allt sem ég segi, að stundum kemur oft mjög mikil heift og mesta heiftin frá kannski svona fólki sem hefur svona tengingar við akademíu eða þannig, sko, eða akademískum bakgrunni, sko, og það er kannski vegna þess að ég er í grunninn auðvitað í eðli mínu á einhvern nátt einn af þeim, sko, og er liðhlaupi eða stéttasvikari að því marki að ég er ekki frjálslyndur vinstrimaður, sko. Og kommunisti og marxisti og feministi, það er línan, skilurðu, að einhver leiti í svona megin. Þar eru menn líka einhverju leiti, sko, að vísa til þeirra væntinga sem spretta af ömmuðinni, Helgu Kress. Já, og ég ég meina, amma mín er náttúrulega mikill brautryðjandi í íslensku samfélagi og í bókmenntarannsóknum og í bókmenntaumræðu. Og ég hef líka í mínu námi þá ég þekki þau verk mjög vel, sko. Þannig að ég dáist að þeim, sko. En ég bendi á að í dag er það ég sem er rebellið, sko. Ég meina, þetta var rebell þá, hitt er núna pönkið, skilur. Þú ert mjög gagnrýninn á bara kynjafræði kennslu og feminisma, þetta? Já, sko, ég er gagnrýninn á ýmsa þræði í kannski feminisma eins og hann birtist okkur í nútímanum. Og að mörgu leyti hefur svona í þessu pólitíska réttrúnaði okkar tíma hefur mikið gerræði gripið sig að mínu mati, ég tel það alveg ljóst, og það er oft mín gagnrýni, það er svona að þessum gerræðisþáttum að allir er að hugsa eins og lifa eins og í nafni einhverja pólitískar hugmyndafræði, þannig að og móðgast fyrir hönd annara og gera sjálfa sig að fórnarlömbum við hvert fótmál og tækifæri. Það er ýmsir svona þættir sem við gætum alltaf farið út í dýpri umræðu, en ég tel að hverjum tíma verði að nægja sín uppreisn, og núna er kannski hugmyndir sem voru á 8. áratugnum róttækar og í mótstöðu, nú eru þær meginströms og þá kemur pendullinn og vill ná öðru jafnvægi, þú veist, þannig að þá er ég allt í hennu kannski í því hlutverki allan að bara út frá minni samfæringu. En áður en við höldum áfram með bernskuna hjá þér, hvaðan sækir þér helst hugmyndir og fyrirmyndir þar sem að þú hefur augljóslega sumpart ekki gengið þá götu sem að hafa verið innan fjölskyldunar? Já, ég meina það er, sko, í fyrsta lagi er maður náttúrulega fyrst og fremst upplifi ég mig sem
ég segi ekki rithöfund eða blaðamanna því núna maður alltaf þingmaður, en að skrifa hefur verið mín útrás. Og hvaðan hefur náðir í innblástur? Það byrjaði, maður getur rekið þá sögu langt aftur í tímana, því að eins og ég segi, sko, með umhverfum hans, núna erum við í æskumálunum, þannig að við getum bara rakið þetta svolítið langt aftur hjá manni og hugsaðum þetta umhverfi sem ég elst upp í hjá pappa, og ég man þegar maður sagði við pappa mér leiðist, þá sagði hann fara að lesa og maður sagði, þú veist, ég nenni því ekki. Og það er auðvitað óhjákvæmilegt að maður verði ákveðinu uppreisn alltaf gegn, sko, aðstæðum sínum og svo yfirleitt enda þær á að sigra þig og þú endar á að verða eins og allir voru alltaf að reyna að láta þig verða. Og ég man að maður var ekkert engin svona sérstakur ákafur lesandi fyrir en kannski maður var aðeins eldri þegar auðvitað var svo haldið að manni, sko, og ég held að það hjálpi og síðan þegar ég átti vin, Hörð Tryggva Bragason sem er læknir núna, við vorum mjög góði vinir og hann var mikill bókaormur og við lentum í skólanum í svona, ég tel að það hafi verið mikla mildi fyrir mig að vera með honum í skóla vegna þess að við lentum í svona þessari heilbrigðu samkeppni, sko, af því að við vorum svona, við bræðurnir vorum skeitirar, vorum alltaf á hjólabretti og svolítið mikið á götunni bara, á Ingólfstorgi, ég bara ólst upp mikið til á Ingólfstorgi með bræðrum mínum á hjólabretti þegar ég var alltaf miklu yngri, sko, því ég er yngstu bræðra. Og hvað eru systkini mörg? Beggi bróðir er 95 módel, hann er 2 árum eldri en ég og Ari er 90 módel. Þannig að við fengum svona aðgang að miklu eldra umhverfi í gegnum Ara og ég í gegnum Ara og í gegnum Begga og svo ég var mikið með Berþóri og vinum hans af því að þegar maður er kannski 5 eða 6 ára þá er maður ekki byrjaður að hanga jafn aktíft með vinum og meðan 2 árum eldri er alltaf með vinum, þannig að ég var í raun og alltaf með vinum bara frá upphafi af því ég fekk bara að vera hérna með sem svona lítil rotta og við vorum mikið svona á götunni og mjög frjálsir, þetta var rosalega frjáls æska ef þú hugsar út í það og yfirgengilega frjáls þegar maður hugsaður sko, hvernig maður reynir að hátta málum með sín eigin börn núna sko. Okkar elsti er 7 ára og það er ekki hún er ekki veitt sama frelsi á mér alls ekki og það var eitthvað sakleysi við þetta, við bjöggum á Hringbraut í Vesturbænum og vorum alveg svona ekki sjálf alls ekki, við vorum auðvitað alltaf með foreldrum okkar sko, það var alltaf matur klukkan 7 en mikil útivera, mikil hjólabretti og vorum að gera myndir á hjólabretti það er ennþá til á YouTube, minn partur, ég var mjög góður á hjólabretti og ef ég hefði haldið áfram það hefði annarkvort orðið heimsmeistari eða hálfsbrotnað, það var svona tvær leiðir en þannig að ég kom ekkert inn í grunnskóla eitthvað svona, ég ætla að vera á duglegri námi, ekki frekar skilur börn leiða eitthvað mikinn huga að því en ég lendi í svona heilbrigðri samkeppni svo maður segja við þennan vin minn sko. Og bara hvor geti lesið meira? Já, bara hvor væri duglegur að klára stærðfræðibókina og svo framvegis sko. Þannig að hann er augljóslega áhrifavaldur. Já, ég segi það, já, sannarlega. En svo svona einhverjir sko heimspekingar skáld eða listamenn? Já, við förum áfram. Og svo þræðum við áfram og svo byrjuðum við að því maður reyna að átta sig að hvernig maður byrjar að hugsa sem einstaklingur sko. Svo fórum við að lesa Harry Potter og Artemis Fowl og aðra bækur og það var svona 7. og 7. bekk og svo dettur aftur niður í Hagaskóla því þá er ég bara í World of Warcraft og samt duglegur að læra. Ég held alltaf, ef ég varð villingur að einhver marki sem ég varð að einhver leiti, þá var það samt svona mjög yfirveguð villingssemi og svona kalkuleirað, ég reiknaði alveg út hver mörkin voru, þú mistir ekki alveg stjórn en við getum kannski komið að því betur á eftir en ef við hugsaum áhrifavaldana þá mann ég eftir að hafa lesið Þórberg það eiga margir þessa minningu að þið hafa lesið Bréf til Láru og það var örugglega í sumarið fyrir menntaskóla þegar ég var að byrja, mögulega eftir fyrsta ári að mér þá les ég Þórberg og fatta að því að þá var maður orðinn smá pólitískur öðrum þræði með svona uppreisn í sér gegn ríkjandi samfélagi og ef þetta var 2013-14 þá var þetta Sigmundarstjórnin sem var þarna og svona tiltölulega íhaldssöm og venjubundin stjórn og þá er svona ungmennið sem hugsar, það er eitthvað að þess, ég þarf að berjast gegn þessu. Hann hefur náð til þín þá? Nei, í raun og veru ekki, ég á ekki minningar að ég hafa hugsað mikið þá Bjarna og Sigmund, en ég veit samt alveg að ég gerði það. Ég veit að í svona 9. og 10. bekk þá fór maður að verða svona aðeins pólitískari
eða bara með svona skoðanir og maður apar það alltaf líka upp af umhverfi sínu, þetta ekki beint hægri sinna umhverfi sem ég kem úr, síst af öllu. Þetta meira kommunist ef eitthvað þó móðir mín sé miklu meiri miðjukona en pabbi gamall kommunisti og þannig að maður fær kannski þann referenspunkt pólitískt, óhjákvæmilega og svo man ég eftir því að hafa verið að lesa Þórberg og fatta hennan samruna tungumáls, rithöfundarskapar og bókmennta og samfélagsmála. Að þetta það verður einhver svona, þá myndast hjá manni einhver skilningur allt í einu að þetta alltaf sama, sko, þetta sama verkefni, sko, að hafa áhuga á bókmenntum, að hafa áhuga á pólitík, að hafa áhuga á sögu, að hafa áhuga á samfélagi, að þetta ekki eitthvað svona í einhverjum afmörkuðum svona hólfum, heldur þetta bara lífið sjálft, sko, bókmenntirnar. Þannig að já, hvaðan áhrifin koma. Ég man að það var mjög áhrifaríkt að lesa Þórberg, þó mér finnst hann núna í dag, þá lít ég hann allt öðrum augum, þó hann sé frábær stílist og hann eins, þá sko, hugmyndafræðin, mér finnst hún ekkert sérlega fáuð í raun og veru þegar maður hugsar út í það, sko, þó maður vilja ekki vera með neina góðgá hérna í útvarpinu, en sögurnar hans, persónulegu sögurnar hans var það sem mótaði mann og líka ofvitinn og þegar hann var... Hvernig hann snýr upp á tungumálið og... Já, og þessi, sko, broddur, sko, hann svo mikill broddur í þessu og hann alltaf með einhverja skarpa krítík og gengur svolítið langt í yfirlýsingunum og svo það Laxness líka, sem ég er mikill áhrifavaldur í mínu lífi. Mér finnst hann alveg ótrúlegur, þó að hann sé stundum með svolítið svona fyndni sem ekki alveg beint, kannski það sem maður hlæri yfir núna. Þetta svona, hann alltaf með svolítið svona tongue in cheek, hann svolítið að smjatta því sem hann segir, sko, en stíllinn, þú veist, og tungumáli, og ég vil að lesa greina núna eftir hann þegar hann var bara 25 eða 6 ára, að geta skrifa svona, þú veist, hann var einstakt undrabarn í íslensku samfélagi, sko. En sko, gerist það þá frekar snemma á þinni ævi að þegar þú ert svona að skrolla yfir það í huganum, þessi áhugaverð skástrík eða ekki, ferðu snemma að leggja þig eftir því þegar kemur að því sem að þér finnst persónulegir eiginleikar í fari fólks, hvernig fólk notar eigin tungu, hve vel máli það farið, hvernig það tjáir sig og hvað það að hugsa? Já, ég myndi segja að þessi þættir bara hvernig fólk talar, því að ég tel ólíkt því sem kannski tíðkast núna í svona þessari almennu félagsmarxísku umræðu menntamál og tungumálið og notkun tungumálsins, að það sé einhvern veginn þetta aðgreina hversu fært fólk að koma orðum að hugsunum sínum versus hversu fært það að hugsa. Það að segja, ég ekki alveg sammálaði að þetta séu aðskilin hvel, hugsanir þínar og svo mynd sem þær taka á sig í máli. Og ég veit ekki alveg hvort ég útskýri það. Ég held að ef þú talar skýrt og nærða að koma hugsunum á framfæri, þá sé það margsum skýra hugsun á endanum. Þannig að aðgreina, sko, eitt að vera auðvitað fullt af fólki sem sko brjálæðislega hæfileikaríkt í mörgu og svo misvel máli farið og svo framvegis. En ég held að allir sé í grunninn vel máli farnir á einhvern skrítin hátt. Svo bara spurningu á hvaða hátt það þjálfar tungumáli sitt. Ég á fullt af vinum sem eru ekki kannski fullt af vinum, en ég á vini sem eru til dæmis rosalega sleipir í ensku slettum og gera þeir mjög vel, þannig að það mjög fyndið og gaman að tala við þá, en þeir hafa ekki gert það með sama hætti og ég sem bara að reyna að fæja mál mitt samkvæmt hefðbundnu ritmáli. Þannig að sko, jú, hvort að maður meti þetta í fari fólks, já, sannarlega, ég gerist sekur það líka bara þegar ég ofta að lesa almennt og reyna að fylgjast með ykkur og reyna að finna mér eitthvað að hlusta á, að það oft sem ég uppteknari að forminu frekar en innihaldinu, sko. Ég vil frekar að hlutinir séu sagðir skemmtilega og með eitthvað svona blæbrigðaríkum aðferðum frekar en að það sé endilega merkingin, sko. Og þetta háir mig stundum að því ég horfi of á þetta inntæki skiptir mikið svona miklu máli, sko. Þarna formið, eins og Bergur Ebbi sagði eitthvað mann, gull er gull að því marki að það glóir, sko. Það ekkert annað við gullið, það bara glóir, sko. Og þetta hangir einhver litið saman við aga í þínum huga? Já, ég sko, ef maður hugsar áfram lífsferðalagið, sko, því ég náttúrulega, ég sannarlega var
ef ég hugsa út í mína æsku, þú veist, Hagaskóla og svo menntaskóla, að þá var ég, eins og ég var að lýsa, sko, ég lifði alltaf tiltölulega frjálst og var ekki mikið að fylgja reglum, þannig séð, og ég vildi snemma verða fullorðinn og var rosalega stundum held ég svolítið leiðilegur við kennarana í Hagaskóla, eða svona hrókafullur. Þú ert nú enn sakaður það stundum. Jú, það örugglega hætt við því. Það örugglega hætt við þess að svo ásökun loði við, en þá segi ég við þá, trúði mér, ég hef skánað, líklega. En ég meina, hroki náttúrulega birtingamynd þess að þú sért einhvern veginn að velta hlutum fyrir þér. Þú hafir einhverja skoðun á því hvernig þeir eru gerðir, og auðvitað óhjákvæmilega grunnur hrokans að þú hafi trú á því að þessi samfæring þín, að hún sé einhvers virði. En það var mjög óljóst og hefur að mörgu leyti verið mjög óljóst í gegnum mín ævi hvað ég ætla að gera, sko. Að mörgu leyti, sko, vegna þess að manni eru auðvitað sköpuð einhver örlög, ég er svolítið forlega að trúa, ég held að það sé eitthvað plan, en svona hvernig maður hefur ratað inn á þessar brautir hefur verið mjög skrítið, sko, og ég pæla ekkert mikið í því, sko, en svona þegar maður er svona persónulega viðtalið þá er mjög skrítið hvernig ég fór úr þessu einu í annað og yfir ég að verða einhvers konar hægri sinnaður stjórnmálamaður, sko. Sko, ef við reynum, það er svolítið mér að kenna að ég hef svolítið núna leyft þér að tala um skoðanir þínar, en mér langar að reyna að kynnast tilfinningunum þínum og svona þínum einstakjarna. Varstu, sko, tölum að þessum trú til dæmis, ertu trúaður? Já, ég myndi segja ég væri trúaður. Kviknaði það snemma? Ég fór í Vatnaskó 2007, 2008, 2009 og 2010. Þannig æðislega stað. Og það var ekkert af trúalegum ástæðum sem foreldrar mínir sendu mig þangað. Það eru, allan að pabbi kemur alltaf inn í kirkju, en mamma er svona, hún er gjarnari á yfirskilvillega, ef við getum sagt sér svo, opnari fyrir því. En hún er ekki heldur kristin í hefðbundnu skilningi, þó að ég sé skýrður í kristna kirkju. Að vísu síðan enda ég að ferma mig borgarlega. Já, borgarlega. Vegna þess að þar er þessi uppreisn í talum sem kemur svona aðeins meira úlingsárunum. Þar er hún aðeins dottin inn, en fyrir það, þegar ég var barn, 2007 þá er ég 10 ára, og fer í Vatnaskó. Og þar, sko, ég segi ekki tók trú, en það er alltaf gert grínað í fjölskyldunum minni, hvernig ég kom heim eftir Vatnaskó. Og ég kom mjög trúaður heim. Vegna þess að þetta er rosalega áhrifaríkt umhverfi og áhrifaríkur staður, áhrifaríkur náttúrulega trú sem að kynnist. Kvöldvökur, þar sem við erum að syngja upprisin er hann, húra, húra, þú veist. Og drottinn minn hirðir mig mun ekkert bresta. Og ég fann svölun í þessu, raunverulega. Bara þó ég hafi verið barn, ég fann bara þegar maður var í kojunni að fara að sofa, að biðja bæn, með leiðsögn, einhvers svona trausts, svona umsjónar aðila sem maður fann að var líka mjúkur og heill í sinni trú á drottinn. Rak þetta burt einhvern kvíða eða ótta sem að hafi verið? Ég veit ekki, er ekki allir hrættir frá því fæðast. Ég meina, við erum hrættar manneskjur og óttinn getur komið yfir okkur. Og ég fann alltaf þarna, ég man bara eftir þó að þetta hafi síðan fjarað út og það er eins og, það er þannig með trúna, það eru aðstæður og það er fjarað út og svo breytast þær, en á hverju sumri og á einhverjum ástæðum vildi ég fara 4 sinnum í Vatnaskó, sko. Það er þarna sem er mikið, sko. Menn eru tvisvar sinnum þykir gott, sko. Þetta er alveg nokkra vikna dvöl, kannski 10 daga dvöl eða eitthvað svoleiðis, með vinum, alltaf góðum vinum, og við vorum auðvitað að gera margt annað, við vorum alltaf bara að sigla og smíða og í fótbolta og reyndar ekki fótbolta, ég gat það aldrei, en sem sagt, það var, já, ég myndi segja það, og að mörgu leyti, sko, má örugglega segja að lengi búa fyrstu gerði í einhverju skilningi, eitthvað svona sitja eftir í þó þú síðan vaðir villur vegar, en þú ert lamb drottins og hann er hirðirinn og hann finnur þig að lokum, held ég, á einhvern hátt. Ég er samt ekkert þannig trúaður að ég segi svona orð svona án ákveðinar kaldhæðina fjarlægar, skilurðu. Ég fatta að einhvern veginn, það er líka til í mér þessi kaldhæðina fjarlægð á hérna kristnu orðræðu og henni trúarlegu orðræðu, og ég veit að þessi kaldhæðina fjarlægð er ekki æskileg
trúarlega séð. Þú vilt gefa þig drottna vald, en ég held samt að þú getur líka grínast með orðalagið, sko. En til dæmis þegar Jón litli fæddist fyrir 3 vikum, leggstu þá á bæn og biður það allt gangi vel eða gerir einhver samning við þinn drottin og segist allir gera þetta ef þetta gangi vel eða? Ég hef þegar mikið liggur við og þá maður líka aftur, þá maður svolítið ekki nógu guðhræddur, skilur, að þessu marki, maður fellst á það. En alltaf þegar mikið liggur við, þá svona leitar hugurinn aðeins þangað. En hitt það að ég hef alveg átt í mjög miklum viðræðum við sjálf mig í gegnum tíðina og á síðustu árum, þá ég alltaf að reyna að fatta, sko, hver tenging manns við Guð, skilur við, og hvað Guð? Ég meina, hvað eru Guð forlögin? Eru Guð... Og hver tilgangur jarðlífsins? Já, hver tilgangur jarðlífsins og ég og kona mér ræðum þetta ofta, ég hef það sem við getum kallað einhverju leiti, sko, jafnaðargeð, en ég segi að, þú veist, ég minnst það frekar bara að vera á mörgu leiti oft þegar eitthvað kemur upp á eða að trufla okkur eða vesen, sko, að mér finnst ég hafa þjálfast á síðustu árum í svona sátt við einhvern svona skapara að einhver leiti, af því að síðan getum við einmitt sett þetta inn í hólf kristinna kirkju og ég gerir það að mörgu leiti, en ekkert að öllu leiti, að mörgu leiti þetta líka bara einhver heiðindómur örugglega í manni, þú veist, bara eins og maður sér bara í Íslendingasögunum eða eitthvað svoleiðis, að þú veist, eigi má sköpum renna, það búið að einhvern veginn ákveða eitthvað, þú getur ekki flúið örlögin, þau einhver og það hjálpar mér svo rosalega mikið að hugsa bara ekkert gerist sem á ekki að gerast. Ég hugsa þetta bara allt, það alltaf þegar allt á rú og stúi og eitthvað svona virkilega kallar á þig að þú þurfur einhvern veginn að bregðast við og taka á svona stóraðinum, þá finnst mér það bara að þetta að gerast af ástæðu, það verður einhvern veginn og ég veit ekki hver að ákveða þetta, skilur, en það eitthvað. Þá maður kannski fljótar að ná sér eftir áfall eða tap eða það bara stóra svindlið í þessu, það ég bara svindla, það alveg sama hvað gerist. Ég treysti á að það sé eitthvað, einhver ástæða, þó að það getur þetta verið hræðilegt og ég hef sem betur fyrir ekki lent í þannig stórum áföllum í lífinu að maður geti kannski alveg sett sig í spor þeirra sem virkilega gera það, sko. En allir lenda í áföllum og skakkaföllum og flóknum aðstæðum, erfiðar ákvarðanir, ég meina erfiðar ákvarðanir geta verið áfall, sko. Þannig að þessu marki þá nálgast maður lífið á vissum trúarlegum forsendum, held ég, sko, að það séu forlög, sko. Maður forlaga sinni. Varstu viðkvæmt barn? Ég held að öll börn séu viðkvæm og ég held að maður sé ekkert undanskilinn, en örugglega ekkert viðkvæmari en aðrir. Ég var mætti örugglega segja að ég hafi frekar auðvitað herst í þeim aðstæðum sem ég ólst upp í bræðrahópi og miklu strákahópi. Það var alltaf endalaust af gaurum, bara allstaðar þar sem við vorum og við byggum á Hringbraut og þar var húsið alltaf fullt af bæði vinum mínum þegar síðar varð og svo vinum bræðra minna og maður var bara í svona svolítið hörðu umhverfi, sko, þar sem að menn að deila á hver annan, þeir eru að gera grína hver öðrum, þetta er vægðarlaust umhverfi og þannig að maður myndar svona þykkan skráp að því leiti, sko, að þú ert ekkert, þú veist, ég ólst ekkert upp með tveimur, þreimur systurum sem voru alltaf rosa góða við mig. Þetta var mjög mikil harka, sko. Þannig að hún hefur kannski myndað einhvern skráp, en innst inni er auðvitað viðkvæmt barn sem þráir ást, þráir samþykki, þráir stuðning og mér finnst ég hafa fengið hann. Mér finnst foreldrar mínir hafa verið alveg ótrúlega svona, gefið manni ótrúlega gott veganesti, sko, og sjálfsstyrkjandi veganesti, höfða til sjálfsábyrgðar, ekki mikil vorkunn, gerðu þetta bara, kláraðu þetta bara, og oftar en einu sinni sem maður var kannski einhvern mann innan gæsalappa við að gefast upp í einhverjum aðstæðum, sko, til dæmis með mömmu, þá væri uppgjöf aldrei valkostur, sko, þú bara klárar það sem þið ætlað að gera, sko. Og sem svo einstakur lærdómur sem að mamma hélt alltaf á lofti við mig, allan frá svona úlingsaldri sem ég minnist, af því hún mikið í svona sjálfshjálp eða þannig, eða svona sjálfshjálp er náttúrulega svolítið niðurrifs orð á okkar tímum, en ég til hana mjög gagnlega samt, að það venja sem
ein af venjurum 7 samkvæmt einhverju ákveðinni bók, Highly Effective People eða eitthvað svoleiðis, sem ég man bara varð einhvern veginn til, varð að einhverju svona konsepti og maður gerði grín að mömmu fyrir að vera alltaf að pæla í svona hlutum, en eftir að hyggja að vera próaktífur, þar að segja að bara sama hvað þú gerir, þá ert það þú sem berð ábyrgðina. Það ekki neinum öðrum að kenna hvernig komið þið fyrir þér. Ef þér gengur ekki nóg vel hérna, þá verður þú að taka ábyrgð á því, hættu að kenna öðrum sem megin regla. Þá finnst mér þetta eitthvað að gagnlegasta sem að geta tileinka sér í lífinu. Að bara að sama hversu freistandi það og sama hversu rétt það kann að vera í raun og veru að kenna einhverjum öðrum þín skakkafull, sko. Þá ert það samt bara þú sem ber ábyrgð á þínum viðbrögðum, sko. Að tileinka sér þetta, það hefur verið bráðin hausynlegt. Maður getur ekki gert neitt, held ég, án þess að vera búin að tileinka sér þetta, annars festist maður í þessum hjólförum að kenna alltaf einhverjum öðrum Þannig að hugmyndafræði, ég held að skipti máli hvernig maður elur börnin sínu upp. Og það skilurðu, hvaða nálgun þú berð að borð. Ég held að það bara skipti sköpum það hvernig, og maður hugsar þetta svo mikið að því að maður byrjar að pæla alltaf mest í þessu þegar maður byrjar að ala upp börn sjálfur og þessi elsti 7 ára, þá byrjar maður bara, nú er bara komið að því að við þurfum að fara að fatta hluti, skilur, einhverja hluti. Það þarf að fara að fatta ákveðna reglur í lífinu, skilur. Þú verður að vera kurteis, þú verður að biðja það sem þú þarft, þú verður að bjarga sjálfu þér. Og mér finnst ég hafa notið mjög góðrar leiðsagnar frá foreldrum mínum og bræðrum og öllu nærumhverfi. Kennurum, maður átti frábæri kennara sem þannig að viðkvæmur, maður viðkvæmur, ég sannarlega auðvitað maður viðkvæmur og yngsta barn, ég meina það alveg hægt að fara í freudískar útleggingar á því hvaða áhrif það hefur á mann, kannski maður þurfi einhver sagði að maður þurfi að því maður hefur ekki formleg völd og yfirráð eins og hinir, þá þurfi maður að ná langt á sjarmanum. En þessir óvinir mínir sem þú nefndir hérna, þeir eru kannski ekki sammálaðið að sjarminn sé að virka nógu vel, en kannski frekar að vera svona einhver svona að reyna að tala sig í gegnum hlutina, sko. Þú hefur ekki formlegt vald en þú hefur orðið og þú getur notað mátt orðsins til þess að reyna að koma þér í gegnum aðstæður og tala þig inn í ákveðnar aðstæður sem þú kannski átt ekki rétt á að vera í, sko. Þegar þú ert 6 ára þá átt ekki rétt á að vera að leika þig með 8 ára börnum og eldri bróðum, þannig að þú þarft að mæta kröfunum og þess vegna bara að hugsa þetta núna, sko. En viðkvæmur, maður viðkvæmur. Ég hef alltaf verið á einhvern hátt viðkvæm sál. Alltaf með einhverja brynju utan á þér eins og við öll náttúrulega. Já, ég meina viðkvæmur bara, eða sko, ég að því að þó að maður sé kannski innan gæsalappa tilfinninga kaldur að þessu marki að ég get oft veðrað flóknar aðstæður af yfirvegun, bara eftir mikla þjálfun og líka þessa trú sem ég að tala að það sé eitthvað gott sem kemur á öllu illu. En á sama hátt þá kemst ég mjög við, sko. Ég mjög tilfinninganæmur, finnst mér. Þetta ég að reyna að útskýra fyrir konu minni. Grætur yfir bíómyndum og svoleiðis. Já. En kannski einhver með bíómyndum. Kannski að kirtlarnir séu eitthvað stíplaðir á öðrum sviðum. En myndböndum og svona áhrifaríkum atriðum, þá ger ég það, sko. En alls ekki þannig að neitt sjá til auðvitað. Þú veist hvernig við erum karlmenn. Já. Sko þú, þá veit ég núna að þú fékkst ást og umhyggju og hlýju og þú ert þakklátur foreldrum þínum, þú ert yngstur 3 bræðra sem svona ákveðin staða að vera í, þú nýtur forréttinda sem yngsti krakkinn en þú ert líka að berja svolítið fyrir þínu og þú lest mikið. Þegar þú gerist væld þá yfirgefur aldrei alveg hið borgarlega. Þú verður trúaður drengur og sækir þig mikið skjól í trúna sem þú væntanlega ert enn að nýta þér. Já, en það verður samt að segjast í sambandi trúna, það mjög svona, það slægir í og úr með það. Slægir í og úr, já. Sannarlega, því að, eins og sé, það hefur áhrif á mig sem barn að vera þarna í Vatnarskógi, en síðan einmitt þegar koma úlingsárin og þá öðlast maður svona aðeins borgarlegri trúabrögð öllu heldur sem eru pólitíkina, því það eru henn borgarlegu trúabrögð, það eru pólitíki, það vinstri mennska, það hægri mennska, það þetta sem ég held að sé úlingnum í blóðborið andof gegn svona þessum stóru ríkjandi stofnunum sem manni finnst hafa þetta kennivald, sem manni finnst hafa þetta og kannski ef maður finnist, sko, þegar maður er úlingar þá finnst maður að vera innihaldslaust, maður skilur ekki innihaldið, maður segir akkur hefur kirkjan þessa stöðu, akkur hefur
hefur ríkisstjórnin þessa stöðu, akkur hafa og já, talandi feminisma, akkur hafa þessi kannski miðaldra og eldri karlar, akkur hafa þeir þessa stöðu og manni finnst maður gengur út frá því að sumpart eftir á hyggja kannski innfeldni sinni sem úlingur að þetta sé innihaldslaust sko að fólk eigi ekki eða þessar stofnanir eða einstaklingar eigi ekki þetta tilkall til valdsins sem þeir virðast hafa og þá fer maður í uppreist gegn því og segir sko ég ætla ekki að taka þátt í því að þarna ferma mig í kristna kirkju þú veist ég vil frekar ég hef efasemdir kirkjuna ég fæ efasemdir kirkjuna þegar ég þarna ungur og ég skrái mig úr þjóðkirkjunni til þess að skrá mig aftur í hana síðar sko þannig að ég á sannarlega svona uppreisnar ungdómsár undir miklum vinstri áhrifum en sko eftir á hyggja þegar maður hugsar það sem er fullur maður þá er maður alltaf orðin þá breytist allt sko í lífinu við breyttar aðstæður og þá ég meira svona núna eins og ég sé þetta kannski að maður breytir skoðan aftur síðar að lífsleiðinni en að það sé frekar tímabil frekar en grunnurinn af því að maður alltaf verið að núa manni því nasir sem maður kann að hafa sagt fyrir einhverjum 10 árum sko. Já, en sko hefurðu átt auðvelt með tengsl varstu vinsæll í skólanum varstu dúddinn sem gast unnið hvaða nemendakosningu sem var? Sko svarið við þessu já og nei. Ég hef sannarlega alltaf átt auðvelt með tengsl og haldist ágætlega vel á vinasamböndum þótt að það séu þetta eins og gengur og gerist. Og átt bæði vini og vinkonur úr öllum áttum og ég finnst bara mjög gaman að tala við fólk og ég var mikill spjallari alltaf með vinum, alltaf að tala við einhvern, alltaf að tala um einhvern í síman, alltaf að tala um einhvern á netinu. Mikil samskipti, ég hafði mikla samskiptaþörf, hún er tekið á sig aðra mynd kannski í seinni tíð. En pólitíska hlið á málinu, til dæmis með félagsstörf og annað í skólunum, að þú nefndir til nemendafélagskosninga, þá tapaði ég nemendafélagskosningum þegar ég var mögulega komin í 8. eða 9. bekk í Hagaskóla og þá voru það eldri strákar sem eru góða vinir mínir í dag flestir. Þeir voru í herferð gegn mér að rífa niður plakötin. Þannig að þarna ertu orðin umdeildur. Já, sko er ekki lífið einhvers konar statusleikur og barátta yfirráð og karldýrið byrjar auðvitað að hafa þessar tilhneigingar þarna þessu skeiði, þarna maður 13-14 ára og maður vill bara leggja undir sér landsvæðið og það mælist auðvitað ekki vel fyrir í Hagaskóla, þar mjög hierarkískt fyrirkomulag þar sem að þú ert ekkert að reyna að skáka 9. bekkingum með úr til 8. bekk eða 10. bekkingum með úr til 8. bekk síst að öllu og ég hef minningar af því að það voru stelpur og strákar og maður verið að tala um alls konar fólk og svo eru gaurahóparnir og það eru gaurahópar og svo eru stelpuhópar og svo eru strákar að reyna við stelpur og stelpur að reyna við stráka og þetta mikrokosmos náttúrulega og mjög svona frumstæðu mikrokosmos af því sem síðar verður svona barátta nemendur á Hagaskóla sem ég bara fegin að komast inn í ég hefði ekki nefnt þess á þessum tíma og þetta var ekki mikið áfall fyrir því hugsa úti en kannski er ég búin að bæla hana í minninguna en það auðvitað ekki gaman að tapa en ég man að þetta var alvöru skilaboðum að sko plakatinu rifið niður, sko. Ég man bara eftir því. Það hafði þýðingu og virkaði greinilega. Ég náttúrulega hafði ekki erindi sem erfiði þarna, en það er samt ekki þar með sagt að ég hafi haft einhvern gífurlegan metnað til þessara félagsstarfa. Jú, síðan stofnuðu skólablaðið í Hagaskóla og það kom út og ég held að það sé ennþá gefið út og þannig að einhvert var svona frumkvæðið og einhver tengingin og svona, svona í 10. bekk þá hætti maður alveg í tölvuleikjum og fór svona að undirbúa sig undir að verða þegn í samfélaginu og vilja tala um pólitík, vilja skrifa eitthvað, það er svona örgulega í 10. bekk sem það gerist. Ég held að dáist að hugur ekki þínu sko að þegar þú talar um karldýrin í Hagaskóla þá augljóslega gerur þú greinarmun á karldýrunum og kvendýrunum eða ég skil orðin þannig. Já. Þú ert eðlishyggjumaður eða hvað? Nei, ég er engin einstrengingslegur eðlishyggjumaður. Ég hins vegar hafna því kategórist að ekki megi til glöggvunar á mannlegu samfélagi líta til
eðlis okkar. Efnabúskapur kalla að einhverju leyti að jafnaði annar en efnabúskapur kvenna? Sko ég náttúrulega ekki efnafræðingur, þannig ég get ekki alveg svara því, en ég held að sko það sé ekkert ástæðulausu sem að kynin hafa hegðað sér mjög eðlis ólíkt alla tíð og núna er þetta gengið út frá því að kynin séu og það er meðal annars í þessum að mörguleiti í þessum ákveðnum útfærslum af feminismanum skilur að fyrir út í það er það snýst það að jafna allt á jörðu sko, að allir séu eins. Ég held ekki að allir séu eins, fólk er mjög, konur og kallar eru mjög ólíka skepnur á mínum mati sko, að mörguleiti og svona í ýmsum skilningi og stóri misskilningurinn er að með því sé sagt að annað kynið sé veikara eða hitt sterkara eða annað betra eða hitt verra. Það er svo ævintýralega einfeldningsleg nálgun að halda því fram að bara það að vilja skoða samfélagið einmitt bara í öllum mögulegu ljósi, einmitt í ljósi eðlis okkar og auðvitað samfélagslega mótunar, af því eðlið og samfélagið, þetta er bara eins gömul spurning og hugsast getur. Rousseau er bara að pæla í þessum, hvað er eðli og hvað er samfélagið, eða hvernig þetta er orðað sko, náttúran eða uppeldið. Náttúran mótast af uppeldinu og uppeldið mótar sér náttúruna, uppeldið mótast af náttúrunni og náttúran er grunnurinn að þessu og svo er uppeldið einhvern veginn svar við því og samfélagið svar við því en já, eðlishyggjumæður en síðan svo er það skammaryrði ákveðið kannski í heimi þar sem að kyn er bara einhvers konar pæling sko, þú veist, eða einhver hugmynd sko, en kyn er þetta líka mjög líffræðilegu veruleiki finnst mér sko, auðvitað, það hefur alltaf verið það og mér finnst bara áhugavert að skoða það, maður sér það alveg. Mér finnst ég sjá þessi stráknum okkar elsta 7 ára, litli bræður hans, hann er ekkert að deyja ára áhuga, skilurðu, en mér finnst eins og síðan hittir maður stelpu á kannski einhver aðeins eldri og þá er þær einhvern veginn miklu svona áhugasamari börn og að sjá það, skilurðu. Mér finnst bara mjög áhugavert að pæla í þessu og hugsa bara hver er munurinn á okkur, skilurðu, og hversu mikið mótar okkur samfélagið og hversu mikið er það náttúran, sko. Þú ert að gefa skyn að önnun sé meira í eðli kvenna en kalla? Sko önnun sé meira í eðli, sko, þá ég veit ekki hvort að maður myndi segja það endilega, en jú, sko, við erum lífverur og kynverur, þú veist, og í líffræðilega samfélaginu, ef við myndum bara líta okkur sem apa, þá augljóslega er það staðan. En svo erum við með samfélag þar sem við viljum sannarlega að karlar og konur taki jafnan þátt í umönnun barna. Eins og ég geri, ég veit ekkert skemmtilegra en að sjá börnin mín, sko, að tengjast þeim svona djúpt sem ég held að sé mikill skaði að eldri kynslóðir hafi kannski ekki leyft sér það. Og mér finnst eiginlega óhugsandi þegar ég er með mínum börnum að einhvern veginn hafi einhver veigra sig við að sko, ég veit ekki hver var pælingi, var fólk að veigra sig við að sýna umhyggju, var einhver meiri kuldi í körlurum, voru þeir voru alltaf meira fjarverandi sko, en ég er að segja bara út frá því hvernig ég er með mín börnum þá svona, finnst mér mjög erfitt að sjá fyrir mér hvernig getur það verið að maður myndi ekki bara sko vera að kissa og knúsa strákana sína allan daginn og vera bara með þeim sko, í mjög nánum tengslum og alls ekki minna nánum tengslum en móður þeirra sko. Mér finnst það óhugsandi fyrir mig, þess vegna finnst mér áhugavert hvernig það var háttað hérna áður fyrr. En jú, auðvitað er eðli okkar misjafnt og margvíslegt, en svo náttúrulega erum við ekki eðli okkar sko. Nei. Við erum ásetningur okkar líka, sem er til frjáls vilji, við getum líka farið út í það. Það er sterkt. Við gætum líka farið út í það ef við ætluðum að spjalla sko í heilan sólarhring að sko villidýrið eða dýrið í manninum. Það er svona, það er smá, sko, af því ég er félagsfræðingur og við getum sagt að fræðimenn eru kannski aftur núna að gefa villidýrinu í okkur aukinn gaum, sem kannski var að einhverju leyti afmáð á einhverjum tímapunkti. Já, ég held að fara að mis við margt ef þú neitar að horfast í augu við það að við erum dýr. Algjörlega, og við erum dýr sem viljum hafa stöðu innan samfélags. Við erum ekki sannleiksleitandi dýr. Við viljum bara stöðu innan samfélags, held ég. Það snýst öryggi okkar sem lífvera. Það snýst líkurnar á að við getum komið frá okkur afkvæmi sem er markmið lífverunar ef við förum út í það. Og þá eru aftur að tala lífveruna sko, og svo er samfélagsveran sko, sem eiginlega önnur vera og trúarlega veran.
en ég held samt að þær séu afleiður af lífverunni á endanum, ég meina augljóslega að neita því náttúrulega alveg galið sko. en örugglega vinsælt upp í háskóla ef við fyrir út í það sko. En mér finnst já, auðvitað er þarna ég meina og sko ef þú hugsar bara hvað áhugavert að skoða hvernig af því það svona er ég áhugasamur það ef maður hugsaði það hvernig Hagaskóli var og hvernig mikrokosmos þetta að samfélaginu skilur, að þarna fara náttúrulega tærari birtingamyndir af því hvernig fólk hegðar sér, því síðan erum við í samfélaginu og verðum eldri og þá lærum við miklu fínlegri kóða til þess að berjast stöðu, berjast gæði, berjast yfirráð og þar fer þetta miklu kurteislegar fram en veruleikinn að mörgu leyti mjög grimmur sko, og fólk að sigra og tapa dag inn og dag út, það er bara þannig og það þarf að herða sig og þess vegna var ég að tala um þetta sko, að maður þarf að koma sér upp kerfi til þess að sætta sig við skakkaföllin sko. Ég hef stundum séð myndböndið þín og ég freistast til að álykta að þú hafir svona lagt tölverða rækt við það bara svipbrigði og annað þegar myndavélin alveg upp í þér. Ertu svona mjög kalkuleraður í því að velta fyrir þér trúverðuleika þínum andlitsdráttum? Það kannski sko TikTok menningin sem að gerði þig að þingmanni? Þetta eru góða spurningar sko. Já, sko, stundum sagt the medium is the message, það að segja miðillinn eru skilaboðin sjálf sko, að ég hef til dæmis fundið fyrir því margofta, stundum ég til dæmis að segja eitthvað að þú nefnir TikTok sem líklega áhrifamesti samfélagsmiðillinn, kannski fyrir utan X og Facebook og Instagram, þá var maður þetta komið á alla. Þeir hafa allir áhrif á sinn hátt. Það við oft lent í því að þessi hugmyndum að the medium is the message sem því mér ekki, það væri alveg þetta miðlunaleiðin miðlunin sjálf, það er raun og veru málið. Að sko, þú getur sagt eitthvað, ég hef kannski sagt eitthvað pælingu 100 sinnum sko, í ræðu og riti, í hlaðvörpum eða skrifa eða eitthvað svona. En það samt ekki gegn. En það ekki gegn sko, en svo kemst það inn í þetta form á aðgengilegan hátt, það sem er að tala mannlega. Og sem bara ável við mig, ég nýt mín að tala í myndavél. Æfirðu þig? Já, bara með því að gera sko. Sko, ég meina ég náttúrulega hélt úti náttúrulega núna síðasta árið áður en ég endaði í pólitíkinni. Þá hélt ég úti alveg vikulegum þætti mjög lengi. þar sem að ég var bara að tala í myndavél í kannski klukkustund í senn næstu í hverju viku sko. Þannig að já, auðvitað, það bara felst mikil æfing í því en ég held að sko að mörgu leyti, við erum alltaf ekki að tala um stjórnmálum sko, en svona samskipta aðferðir í stjórnmálum það er að breytast mjög hratt og ég mjög þakklátur fyrir að hafa þessa leið inn í þetta og það getur vel verið að þetta sé grunnur að því að mann takist að gera eitthvað að viti sko, að þetta er hægt sko, en sér er rosalega áhugavert að við erum að tala um að vera hérna óþekkti þingmaður en að vera nýrinn á alþingi, þá er náttúrulega mjög áhugavert að þingstörfin sjálf eru síðan bara allt önnur skepna og að vera í ræðustól þingsins, þar er skipulögð fundarhöld og þingsköp og allt eftir kúnstæna reglum og miklar hefðir og reynslu mikið fólk sem er að það inni sem er í tengingu við sko allar fyrir kynslóðu þingmanna því marki að sko þú skiptir aldrei þingheimi alveg út þannig að það er samfella þarna við svo stóran hóp forfeðra okkar og forveru okkar í þessum sama sal. Þannig að það er svo magnað, það er svo heilagt að þarna fara hlutinir fram eftir ákveðnum fundarsköpum og eftir ákveðnum aðferðum að koma inn í það, skilur, þegar ég er einhver vanur að vera eitthvað TikTok að bladra, sko. Það er síðan allt annað og það er svo ótrúlega fyrir mig ræktandi og nærandi að bara vera algjör nýgræðingur í þessu tiltekna formi að fleita sér ræðu í þingsal. Þarna áttu inni mikið tækifæri til þróunar og... Já, og það er, ég held að ef maður lýsir sér einhvern veginn sem persónuleika þá er ég með mikla svona knýjandi þörf til þess að mér fer að leiðast mjög fljótt stundum og verð mjög eirðarlaus ef ég kem ekki einhverju frá mér og það er einhver mikil svona afkasta kvíði í mér ef svo maður segja, sko, það er, ég verð að koma hlutum frá mér. Smá ADHD bragur? Ég veit það ekki, er ADHD til? Ég veit ekki hvort það sé til, ég meina, er ég með ADHD? Alveg örugglega maður myndi
ég held að hafa einhvern veginn reynt að greina mig með það sko, en síðan hefur bara einhvern veginn Þú ert ekki hrifin af svona skilgreiningu? Nei, ég ætla að neita að taka við skilgreiningum sem draga frá mér einhverja ábyrgð og mátt sko. Ég neita að fara að fallast á að það sé eitthvað svona við mig sem ég get ekki stjórnað sko, eða þú veist. Ég vil endilega geta stjórnað þessu sko, en já. En þú sagðir áðan að líf okkar snerist á nokkur leyti að bara koma okkur upp stöðu, bera undir þig eina sögu, sko, rétt að þú hafi gengið á fund Bjarna Ben og spurt hvort þú getur fengið sæti ofarlega hjá Sjálfstæðisflokknum fyrir síðustu kosningar, hann hafi neitað því og þú hafir þess vegna setið uppi með Sigmund Davíð og Miðflokkinn, þeir hafi fagnað þér. Já, nei, þetta er góð saga sko, og ég dáist að því hvernig sögurnar verða til í raun og veru. Þetta fór ekki fram með þeim hætti. Ég fór á fund Bjarna Benediktssonar eftir að hann bauð mér í stjórnarráðið til þess að ræða við mig stjórnmálin. Sæti á lista? Já, það var til umræðu og ég hef líka farið á fund með fleiri stjórnmálaflokkum, jafnvel fyrir þessar sömu kosningar vegna þess að fólk hefur áhuga að ræða saman málin. Ég vissi alltaf í hjarta mínu held ég að ég væri ekki að fara fyrir neitt annan flokk en Miðflokkinn sko. En það var fyrsti kostur sko. Það var þess vegna sem ég fór í Miðflokkinn sko. Og ég segi það alveg falslaust sko. Og ég skil alveg að það er alltaf góðu samkvæmisleikur að velta því fyrir sér sko, hvort að mönnum hafi mistekist að komast þarna að og fólk má alveg fabúlur það sko. Það er ekki rétt. Miðflokkurinn er miklu meira hugmyndafræðilega á mínum slóðum en Sjálfstæðisflokkurinn. Ég er ekki svona vægðarlaus. Ég er sannlega hlynntur frjálsum mörkuðum en ekki á kostnað hvers sem er. En þarna eru komin í mikla pólitík. En nei, ég meina, ég hef rætt við fólk í gegnum tíðina og fyrir á ævinni þáttöku í stjórnmálum, en það var, mér fannst alltaf skrifað í skýin að þetta það sæti sem ég síðan tók í Reykjavík Suður fyrir Miðflokkinn sko. Þegar þú sko sást Sigmund Davíð á sínum tíma í Windhrilsmálinu, hvarflaði ekkert að þér að þarna væri hann að grafa sér ákveðna gröf og það væri svona trúnaðarbrestur á milli samfélagsins og hans, eins og sást nú á Austurvelli svolítið daginn eftir, og hefur það svona aldrei verið neitt erfitt fyrir það að kyngja því að þú fylgir manni með þá fortíð? Það er ekki erfitt fyrir mig. Mér finnst hann hafa gert mjög góða grein fyrir sínum hlut í því máli öllu. Það var mjög óeðlileg aðferðafræði sem þar var beitt, sem hafði ákveðin tilgang að fella mannin, og það hafðist í það skiptið. Þannig er þetta að vega blaðamennskunni sem að... Nei, ég er ekkert að vega blaðamennskunni, en ég veit alveg að blaðamennska getur verið iðkuð í ýmsum tilgangi og það getur ýmislegt vakið fyrir mönnum. Ég ætla ekkert að snúa blindu auga við þeirri staðreynd. Ertu að segja að það hafi verið eitthvað agenda í blaðamennskunni? Þannig? Nei, en þetta er ákveðin aðferðafræði, þetta er ákveðin bellibrögð. Það má alveg segja það. En þetta er viðurkennd aðferð að rannsóknarblaðamennska? Það er ýmislegt viðurkennt sem er ekkert endilega frábærlega fallegt sko. Ég meina, en sko... Samt stærri orð fyrir þig að ræða þetta á þessum nótum af því að þú hefur lengst að verið blaðamaður heldur en margan annan. Já, jú, en ég er nú ekkert svona, ég hef ekki í brjósti þennan sama heilagleika sem sumir blaðamenn vilja sveipa þessa grein sko. Að þetta séu eintómir riddarar frelsis og friðar í heiminum og fegurðar og heilögustu kýra alheimsins. Já, ég hef ónæmar fyrir öllum þrýstingi Já, og alltaf, það vakir alltaf gott eitt fyrir þeim. Ég var blaðamaður og hef verið blaðamaður og ég upplifði mig að mörgu leyti sem blaðamann einhver leyti í svona innsta eðli, og aðferðir blaðamennskunar eru mína ær og kýr. En svona sjálfsmynd í blaðamennsku í nútímanum eru þetta mjög flókið fyrirbæri, hver staða blaðamennskunar er. Við getum nú haldið 20 klukkustunda þáttum það sko. En nei, auðvitað sko, stjórnmálaflokkar hafa allir sína fortíð sko. Stjórnmál eru rosalega átök. Ég sé það líka bara á þingi. Það eru mikil átök
sannarlega smátt og stórt. Og nú þessi átök þitt lífs viðurværi. Já, og það er mikill skóli að venjast þessum heimi. Hann rosalega harður. Og ég fann það líka kannski bara fyrst að koma að mörgu leyti á óvart þegar ég fór síðan inn í kosningabaráttu, því ég hef alveg verið sko, í fjölmiðlum og maður hefur verið að segja eitthvað og kannski myndast eitthvað smá drama út eitthvað sem maður segir, en það er ekki, sko, ef maður fer í framboð í svona kosningum, þá er þetta að keppa við hverja miðflokkurinn að keppa kjósendur. Það kannski Framsókn, kannski Sjálfstæðisflokkinn, kannski á einhverjum stigum, jafnvel Flokk fólksins, minna við Samfylkinguna líklega, minna við Reisn. En það er svo sem bara stjórnmálafræðileg greining, en þú ert alltaf að keppa við allt þetta fólk og alla þessa flokka og allt þetta fólk sem hefur hagsmuni af því að þér gangi illa. Og þá fann ég alveg fyrir nýri tegund af svona hita sem myndast utanum eða svona gegn manni, sko, því að fólk hefur raunverulega hagsmuni af því að grafa undan manni, sko. Þannig að það var nýr skóli, sko. Það er aukinn þungi í átökunum, sko. Það er svo auðvelt að vera svona ábyrgðarlaus blaðamaður, það stendur ekki svona mikil, eða sko, öðrum stendur ekki alveg sami stuggur af þér, nema kannski ef þeir eru hugmyndafræðilega ósammála, en í kosningabaráttu það er fullt af fólki sem er alveg sammálaðir, en það er bara í keppni við þig stöðu, sko, eða atkvæði. Og þá færðu miklu stærri hóp á móti þér, sem er bara, ég held að sé bara með holt, þetta herðir mann, þetta er eldskírn, þetta er skírn í eldi og baráttan, lífið er að mörgu leyti barátta, við getum nálgast það þannig. En eins og með Bergþór og ummæli hans sem féllu á Klausturbarnum, ertu aldrei með óbræði í munni vegna þessara fortíðar? Nei, þetta eru bara mál sem menn eru búin að gera upp. Ég er bara ekki að dveljast í fortíðinni og auðvitað er allt notað í pólitísku tilgangi, haldið á lofti, haldið á lífi, ásökunum sem er haldið svona á fólki. Það er bara, ég lít bara á það sem pólitík upp úr þessu þegar menn hafa bara gert sitt upp og haldið áfram með lífi, sko. Þá er það bara pólitík að halda þau á lífi og það er bara sjálfsagt réttur fólk, sko. Mér líður ekki sem fólk sé að gera það af mórölskum heilindum, af raunverulegri hneykslan, skilurðu? Þú lítur það ekki þannig á sem að vammleysi sé sérstaklega eftirsóknarvert þegar umræðir fulltrúa sem velja sem þingmenn þjóðarinnar? Ég held að það sé umræða sem við erum að taka. Mér finnst að sko vammlausa fólki er yfirleitt ekkert endilega kannski fólki sem hefur það allir brunns að bera sem mér finnst þurfa, sko. Ég er ekki mjög móralskur í mínu eðli eða fordómafullur. Ég er mjög svona frjálslyndur í huga, sko. Ég á mjög auðvelt með að skilja fólk. Eða þú veist, ég bara skil fólk að einhverju leyti, reyna að skilja það bara, hvað, ég meina, er ástæða fyrir mig til að sitja hérna á háum hesti og segja dæma lifendur og dauða eftir einhverjum móralskum mælikvörðum mínum. Mér finnst það ekki áhugaverður leikur að segja að fólk gera eitthvað af illum hvötum eða góðum hvötum, að fólk sé gott eða illt. Ég hugsa ekki á þeim nótum á mörgu leyti. Það þýðir ekkert að maður sé kaldur, það þýðir ekki að sjá ekki þessa þætti. Ég veit að það er til illska, það er til góðmennska, það er til mennska, það er til góð tenging og aðstoð og fórnfýsi. Þetta er til og þetta er æðislegt og þetta er manneskjan sjálf, skilurðu. En ég tel ekki að við getum tekið allar gjörðir fólks eða hvernig það talar eða hvað hefur gert í gegnum tíðina og sagt þetta er góð manneskja eða þetta er slæm manneskja. Þetta er flóknar en svo. Og sannarlega breytist fólk í gegnum tíðina. Þú ert ekki svo sami núna og þú varst fyrir 5 árum eða 10 árum. Þannig að mörgu leyti að því að við tala til dæmis að því maður talar kristnina, sko, þá er það raunverulega líka ákveðið trúarlegt fyrirbæri sem mér finnst mjög verðugt að það er svona innileg fyrirgefning að segja bara, og ég er ekki að tala bara eitthvað fólki sem hefur gert eitthvað að sér eitthvað svona, líka bara, þú veist, að því við tölum þú veist, að fólk tala kannski stundu illa mann í stjórnmálunum og bróðir minn var að lýsa þessu svo vel fyrir mér að þegar við talum bara nálgast þetta trúarlega líka að bjóða hérna kynina, að segja bara ég fyrirgef þér, og ég er raunverulega, þú veist, fólk stundum eitthvað byrju, hvernig getur þú hugsað þér að fallast á að vera, skilur, hvort sem það er vinur einhvers áfram eða þekki einhvern áfram eftir að hann hefur látið þetta fallum þig eða tekið þátt í þessu eða þessu gegn þér eitthvað, en ég er raunverulega að reyni bara, þú veist, mér bara annað svindl, sko, bara annað trikk í bókinni, það bara, ég bara fyrirgef þér, ég reyni. Ég er ekki langrækin, ég veit að við erum alls konar, aðstæður eru margvíslegar, hvatarnir okkar í lífinu eru alls konar, við erum oft í ákveðnum hópum og það dregur okkur inn í ákveðna atburðarás.
ég held að þetta snúist ekki allt gott eða illt, þetta bara aðstæður, þetta bara manneskjan og ég held að fyrirgefningin sé algjört leynitrykk líka, að segja bara, þú veist, ég fyrirgef þér og ég elska þig og Guð elskar þig. Og ég hljóma alltaf þessu rosalega trúar þegar ég segi þetta, en kannski maður að öðrum þræði, en þetta bara svo hreinsandi. Ég hef heyrt líka þig sko að þú sért ekkert með þær skoðanir sem þú stundum heldur á lofti, þú sért svona kalkuleraður gæi sko og fundvís á hagsmuni, fundvís á atvinnutækifæri. Þú ert komin í mjög þægilega innivinnu núna sem bara ansi vel launuð og ertu bara dálítið svona að blöffa? Ertu bara dálítið sniður heldur en við flest hérna? Þú bara býrð þér til einhvern heim, þú býrð þér til einhverjar skoðanir, þú keyrir á mjög flinkur svo saman myndavélina, svo keyrir bara á einhverju sem að þú áttar þig á að getur talað inn í ákveðin hóp fólks og atkvæði og bara lífebröð. Já, ég veit ekki sko, ég meina auðvitað þessu haldið fram sko, ég finnst þetta bara góð pæling sko, ég meina ég held að hann fari bara niður í sko, akkur gerir maður það sem maður gerir, mér finnst ég ekki vera að gera hlutina fyrir samþykki, mér finnst ég vera að segja hlutina þegar mér finnst ég vera sannir. Ég skil alveg að fólk vilji komast að aðra niðurstöðu, sérstaklega ljósa þess að ég áskil mér þennan umdeilda rétt til þess að skipta skoðun. Sannarlega, ég hef skipt skoðun á stórum málum í gegnum tíðina, eiginlega öllum stórum málum. Ég tel það frekar merki dómgreindarleysi að það gerist ekki hjá fólki. Því þú verður að vera áfram í sjálfskoðun. Og hvað þá á 30-aldrinum, hvað þá þegar þú lendir í að eignast þessi börn, hvað þá þegar þú lendir í að fara að reka heimili, hvað þá þegar þú sér lífið allt í einu frá allt öðru sjónarhorni þú hefur gert alla tíð. Þá finnst mér skrítið ef maður væri bara alveg við sama heygarðshornið. Hins vegar verði ég að benda það í þeirri umræðu þegar fólk spyr mann hvort maður sé hreinn og klár tækifæri sinni sem segir bara það sem að kann að framfleyta manni inn í þægilega stöður. Ég myndi hafa öðruvísi aðferðir við ef að það væri markmiðið sko. Þá væri miklu einfaldara fyrir mig að vera bara frjálslyndur, þægilegur miðjumaður sem færi bara einhverjar fínar stöður hér og þar. Ég held að væri miklu einfaldara líf fyrir mig að vera ekki alltaf að segja eitthvað sem bakar manni það að einhverjar ágætur einsleitur hópur fólks, af því að maður tala alltaf einsleitnina, einsleitur hópur fólks sé að segja að maður sé hatursfullur eða annað eins. Ég myndi ekki segja að þetta væri endilega til þess fallið að skópla til mín veraldlegum gæðum að fá þannig orðspor. Ég held að það sé frekar bara hvimleiður fylgifiskur þess að orð mín eru oft miskilin, þau eru lögð út á versta veg og annað eins, en ég auðvitað veit ég að það sem ég segi hefur hljómgrunna meðal fólks. Maður verður að finna fyrir því að það sé hugmyndafræðilegur farvegur fyrir það sem út að segja, jarðvegur, og augljóslega er það. Við unnum mikinn, núna erum við konum í pólitíkinni. Nei, en sko, ég var í vinnu á Stöð 2 og ég hætti þar. Ég var í rosalega þægilegri stöðu þar. Og ég hætti þar vegna þess að mér fannst það var ekkert út af fólkinu sem ég vann með, það var bara út af umhverfinu og forminu, það var ekki út af einhverjum yfirmönnum, það var bara út af umhverfinu og þessari meginströms fjölmiðla vinnu. Var Stöð 2 á þínum tíma og vók fyrir þeim? Ég held að það hafi hægt og rólega verið að gerast. Ef við förum alveg, ef við sjóðum þetta niður í þær einföldu skilgreiningar að vera vók eða ekki vók. Ég held að þetta er bara, ég held að bara fólk passi misvel á staði sko, en ef ég hefði viljað vera bara tækifæri sinn og hafa það gott og jafnvel bara vera í sjónvarpinu og vera voða eitthvað svona sjónvarsfígúra, það hefði bara getað haldið þar áfram í mörg ár, en ég bara hætti með óvænt þar, en ég hugsaði bara ég vil einhvern veginn aðeins setja öðruvísi mark þar sem ég ræði alveg sko, þá stofnaði ég mitt eigið fyrirtæki sko. En já, ég hafði það líka, bara að því maður alltaf svara fyrir þessa launaspurningum Alþingi sko, ég hafði það mjög fínt í rekstri míns fyrirtæki sko, ég var búin að smíða rosalega þægilegar aðstæður fyrir mig og mína fjölskyldu í gegnum það sko, þannig að það er ekki það sem ég leitast eftir sko, það er að segja einlæglega sko, ég gef fólki fullan rétt til þess að skrumskæla ásetning minn eftir þörfum, en það getur líka vel verið sko, að það fólk sem hefur þessa trú að því finnist það engin skrumskæling, því finnist þú bara sniður. Já, eða bara klókur, en er það ekki líka aftur, þá komum við þá ekki aftur í sjálfsbergar viðleitni karldýrsins, þetta kvendýrsins líka. Við tölum aðeins kvendýrið konuna þína. Já.
Sko, segðu okkur aðeins frá henni. Já, hún er mín gæfa, raunverulega. Það er alveg ótrúlegt að einhvern veginn hafi okkar leiðir saman. Kynntust þarna þegar við unnum saman á Stöð 2, síðan hvarf hún til annarra starfa og síðan löngu síðar einhvern veginn þá þróaðist þetta í það sem þetta er núna. Nú erum við gift. Nadine Guðrún Jaki. Hún starfar núna, hefur verið í svona samskiptamálum fyrir flugfélagið Play, en var sjálf lengi í fjölmiðlum. Er hálf líbönsk. Móðir hennar eignaðist hana með líbönsku manni þarna í Arabalöndunum fyrir margt löngu. Ætli það hafi ekki verið í upphafi 10. áratugarins, 90 er hún fædd. Og þær flytja svo heim og hún er lögfræðingur að mennt og er að mörgu leyti mjög ólík mér. Hún er ekki sama nörd og ég, hún er meiri manneskja athafna og við erum ekkert alltaf heldur sammála allt. Við tökumst ofta á alls konar mál en berum virðingu fyrir skoðunum hvort annars sko og teljum að þeir komið til á svona, hvað getur sagt, úthugsuðum grundvelli en ekki að þessu ístöðulaust rusl og ég held að ég gæti ekkert verið að gera neitt sem ég er að gera án hennar sko. Ég veit ekki hversu vel það hljóma fyrir henni að ég gera hana ábyrga fyrir öllu mínu framferði en bara styrkurinn sem að sækir í svona traust og örugt samband sko og svo er það börnin sko að hún sem móðir er náttúrulega alveg skilu, það er bara kraftverk og hún er alltaf með barn á brjósti núna og það er algjört kraftverk að horfa þetta, talandum að við séum sko dýr, við erum bara spendýr sko. Barnið bara liggur utan á móður sinni eins og spendýr sko og þessi djúpa svona samfélagslega, persónulega hjónabandi er náttúrulega öðrum þræði trúarlegt líka náttúrulega ef við höfum verið að tala um trúna en það er auðvitað ekkert kannski allt of trúarleg stofnun í seinni tíð en þetta er kjarninn í mínu lífi sko, það er fjölskyldan finnst mér sko en á sama hátt sko eru fjölskyldan og kannski metnaðurinn til starfa fyrir land og þjóð eru kannski svona öðrum þræði svona tvær hliðar á sama peningi sko. Ég sakaði stundum að veistu, hún er stundum að tortryggja mig að sko mér finnst hið persónulega pólitískt og mér finnst hið pólitíska persónulegt. Þannig að ég veit ekki alveg hvernig ég get útskýrt það, en mér finnst fjölskyldulíf mér áhugavert að skoða það líka í pólitísku ljósi sko, eða í einhverjum skilningi sko, hvernig stofnun er þetta, hvað er að gera. Þetta er besta leiðin til að alveg börn sko, þetta er æðisleg leið, fjölskyldan, kjarnafjölskyldan. Þetta er náttúrulega bara mannskepnan að reyna að koma sér upp einhverjum kerfum sko, til þess að viðhalda mannfjöldanum sko, þú veist, þannig að það er en á sama hátt sko lifum við líka á brotnum tímum öðrum þræði. Ég meina Íslendingar eru ekki að fjölga sér þannig að þeir nái að endurnýja sig. Fjölskyldan er á undanhaldi sem grunnstofnun. Þú ert nú að reyna að móast við í þeim efnum. Sannarlega, ég tel að það sé eitt af og þannig að þarna blandast líka þið persónulega og pólitíska sko. Ég tel að það sé eitt stærsta allra bara að það sé stærsta hagsmunamál okkar Íslendinga að við náum aftur sambandi við þetta, sko, almennilegu samfélagslegu sambandi við, sko, að stofna fjölskyldu og fara í barneignir, sko, það er eitthvað rof, skilur, sem hefur orðið. Og þú trúir því ekki að sú hugsun myndi bitna frekar á konum en körlum? Nei, alls ekki. Ég held að sé ekki hægt að draga upp þá myndir, sko, fjölskyldulíf og ábyrgðin sem fylgir því að eignast börn hefur alltaf dreifst eftir ólíkum tímum hefur hún dreifst með ólíkum hætti af karla og konur en hún hefur auðvitað alltaf lagst þungt á alla sko. Það er þannig sko. En gefur konan þín þér ráðgjöf, segir hún stundum við þig að kvöldi dags Snorri, þú ert nú meiri fábjarni. Af hverju gast ekki sleppt í að segja þetta þegar þú bla bla bla? Endurum á eins og þá getum við rætt sko endurum á eins. Það er ekkert laust við að maður fái svona mjög kurteislega stjórnarandstöðu heima fyrir en samt svona góðkynja. Það er bara kritísk umræða og mér finnst það miklu frekar koma þá af þeim stað að hún hafi áhuga á því hvernig þessar hugmyndir geta orðið skýrari eða hvernig það er frekar en að hún sé sko að hún hafi efasemdir
eða sko, eða hún sé að láta eitthvað álit annar að trufla sig eða eitthvað svoleið, sko, því að álit annar, ég meina, sko, í þessu stjórnmálum maður alveg upplifið það að þetta er mikill, maður er svolítið að lenda á vegg með það, bara, heyrðu, nú er ég í þessari stöðu og það er bara mjög margt sagt það sem maður er að gera og fólk hefur á því mjög sterka skoðun og það er ekkert, sko, fjölskyldan var ekkert að biðja það, sko. Fattarðu, það er ég sem er að mörguleiti og þetta er kannski þessi stjórnmálamenn hafa allir lent í og auðvitað munsýðum að sjálfur sem er bara óbreyttið þingmaður en þegar fólk fer í þessar æðri stöður og þegar hlutinni verða raunverulega þegar færist alvöru hiti í leikin þá get ég séð fyrir mér og ég finn það núna maður þarf að undirbúa fólki sitt að einhverju leiti, maður þarf að taka tillit til þess samt ekki of mikið en þetta getur náttúrulega líka ítt mönnum inn í einhverju svona þægindaskil að hugsa ég vil ekki rugga bátnum bara fólksins míns vegna. Þetta er ákveð jafnvægi sem maður þarf að stíga, sko. Kannski er eitthvað líkt með hlutskiptið þínu núna og ömmuðunar Helgu Kress? Ég segi nú að ég er einmitt þarna, pönkið er okkar megin núna, pönkið er hægra megin, vinstrið er meginstraumurinn af mínum mati, eða kannski allana ef við tölum frjálslynda vókið, skilur það er meginstraumurinn, að hugsa hlutina aðeins öðruvísi á undir öðrum formerkjum, þar liggur pönkið. Ég held að sko sennilega þurftu ættingjar Helgu Kress að hlusta á alls konar hluti og svona ég vafalaust ef maður hugsa út í það, sko. Ákveðið áreiti sem maður fyndi því að vera skildur ömmuðinni þegar hún var upp á sitt umdeildasta. Já, upp á sitt umdeildasta. Já, nei, hún mætti miklu mótlæti vegna þess að hún var að stinga á kýli sem voru einmitt þá uppi, svo maður segja, og þá nauðsynlegt að gera. En síðan breytast tímarnir og þá verður baráttan allt öðruvísi, tekur þessi aðra mynd og baráttan fyrir frelsi, fyrir hugsanafrelsi, fyrir að því leiti mannréttindum, af því að hugsanafrelsi og tjáningafrelsi er mannréttindi fyrir mér. Að það er oft talað alls konar mannréttindabaráttu að hún er í vök að verjast, mér finnst ekki nógu mikið talað tjáningafrelsi til dæmis, að fólk fái að segja hug sinn, ekki bara formlegt tjáningafrelsi að fá ekki að fara í fangelsi, heldur bara að fólk eigi auðvelt með að vera í alls konar stöðu og segja alls konar hluti, sko. Það er, en kannski er það líka talsýn, sko. Og svo er það baráttan gegn leiðindum. Já, og bara húmorsleysi. Nei, það er margt í þessu, maður, það er margt í þessu. Hvernig er þið búið að líða í spjalli, Snorri? Mjög vel. Já, þetta er bara það er gaman að fara eins á svona alveg persónulega nótur. Maður er svo sem alltaf blaður sjálfa sig en samt ekki alveg kannski svona. Kannski maður ætti að leiða því hugan meira að fara að skrásetta. Ég er nú duglegur að skrifa dagbók og reyna að halda utan það sem drífur á dagamanns, en þú veist nú hvernig það er þegar annirnar hellast yfir, þá er ekkert alltaf sjálfsagt að maður haldi utan hugsanir sínar, sko. Akkurat. Skilurðu heiminn betur eða öðruvísi núna en fyrir þessum rúma klukkutíma þegar við hófum spjallið? Já, það er góð spurning, sko. Ég finn fyrir því að, sko, við erum örugglega ekkert eitthvað endilega svipum slóðum í pólitík endilega ekkert endilega en örugglega sameiginlegir drættir eins og allstaðar, sko. Ég er eins og þú að ég áskil mér rétt til þess að sveiflast bara frá mínútu til mínútu. Hvað var það skoðanir mínar og hugsanir og það sem ég trúa á? Þú átt stað hjá okkur í miðflokknum þegar það kemur í þínu lífi. Þakka þér fyrir. Nei, en ég held að í þessari harðvítu samfélagsumræðu sem hún sannarlega er oft þá erum við mjög svona gjörn á að setja fólk draga fólk í dilka og svona gefa okkur bara að það sé engin leið að ræða saman, sko, og oft er það þannig og sumar hliðar baráttunar fara ekki þannig fram að við séum í kurteislu samtali. Sumar hliðar eru bara hreinlega ómálefnalegar í sínu einsta eðli. Það er snúast að taka bara þá þætti sem henta þér og básuna þeim í ákveðnum tilgangi. En hin hliðin er síðan bara svona sem mér finnst svo gott við íslenskt samfélag, bara mennsk hliðin að gæsalappa, að því markið sem hitt er ekki mennst, það er pólitískt, að við erum náttúrulega bara öll í sama báti, sko. Við erum bara hérna á Íslandi, þessari sérkennilegu eyju, við erum örfá, við náum ekki máli annað leiti, sko, að mörgu leiti. Þú veist, við náum alla máli að mörgu leiti, þú veist, við erum það fá. En við erum svo merkileg, finnst mér. Mér finnst við bara svo djúplega merkileg, bara allt sem íslenskt er.
talandi sko, þú veist, maður, ég þoli ekki RÚV, það er alveg hræðilegt. Ég er ekki sammála vælinu hérna í samstöðun alltaf. En bara það að við séum að tala íslensku, sko, það heldur mér áhugasum, það heldur mér fullum á ást gagnvart þessu, vegna þess að þetta er mitt fólk, þetta er, þú veist, þetta er það sem mér er kærast og þessi djúpa tenging er bara raunverulega kjarninn í mínu lífi, bara allt sem er okkur, allt sem er við okkur og allt sem við erum, allt sem við höfum verið, allir forfeðurnir, allar framtíðarkynslóðir. Ég bara raunverulega elska það, sko. En þú vilt geta verið stoltur af Íslandi, Íslendingum án þess að vera sakaður þjóðrembu, þjóðhverfu og útlendingaandúð og ég held að við séum hægt og rólega fikra okkur út úr þeim kreddum sem kannski tröllriðu öllu hérna í nokkra áratugi og það er komið til af illri nauðsyn, það er komið til eftir að þjóðernis ofstopi hafi gripið sig og leitt til hörmunga. En ég held að við sem að fikra okkur út úr því að það sé hægt að draga beina línu á milli þess að vera að því ég er þjóðrækin, ég er stoltur af þjóð minni, ég er örugglega einhver skilningi þjóðernis sinni að því marki að ég líta þjóðerni sem mjög veigamikinn hátt. Þjóðlegt íhald, Þjóðlegt íhald, jú, afalaust með kalla það og Gísli Marteinn kallar það kannski populisma eða eitthvað svoleiðis. Ég er bara á því að núna séum við miklu frekar að sigla inn í tíma þar sem að þessi ásökunum að þetta sé illkynja, þetta sé óeðlilegt og vandamál. Ég er alveg hættur að gefa því gaum þegar fólk nálgast þetta með með slíkri svona afgreiðslu, að afgreiða þetta bara eitthvað slíkt. Ég held að þetta sé miklu frekar eitthvað sem við höfum að leita í og finna kjarnan okkar í og það getur bara verið mjög mannúðarfull þjóðernis stefna í einhverjum skilningi eða þú skilur hvað ég við. Það er bara, þetta er gert á grundvelli ástæðli náungan, sko, og það er, sko, og bara að því að maður talar alltaf þetta, sko, það er svona oft í þessu að því að við tölum þessi mál og það er auðvitað alltaf óhjákvæmilega umræða það, sko, ef maður er ánægður með þjóðerni sitt, er maður þá óánægður með aðra þjóðir eða óánægður með fólk á öðrum uppruna, það er engan veginn sama sem og það að átta sig á því að það sé til eitthvað sem heitir við, þá óhjákvæmilega til líka eitthvað sem heitir aðrir eða þið eða þau, að fallast á að það sé til eitthvað sem heitir við, það hefur engar neikvæðar hliðarmerkingar nema við ákveðum það og nema við beitum því þannig. Ég held öllu heldur að gleyma því að við séum við, að það bjóði hættir heim. Ég held miklu frekar að það sé eitthvað sem ættum að varast, að gleyma því að hér sé eitthvað, að halda bara Íslandi, þetta er bara eitthvað efnahagssvæði, bara eitthvað fyrirtæki hérna, eitthvað rekstur, þú veist, eitthvað fólk, þú veist, ég meina land, þjóð og tunga, þrenning, sönn og ein. Mér finnst þetta samofið, þetta er ekki og mér finnst okkur hafa rekið svo langt út fyrir mörk hins skynsamlega í þessari ágætu viðleitni þó að gæta okkar auðvitað á því að vera ekki einmitt með ofstopa eða andúð gagnvart nokkur manni sem er ekki til í mér, sko. Ég er mikill mannvinur í mínu eðli, sko. Þú ert ekki átakafælinn þó? Kannski er ég samt átakafælinn. Mér leiði stundum að þurfa stundum er ég rosalega spenntur fyrir átökum. Stundum í það í skinninu. En sum af þeim átökum eru mér ekkert endilega að skapi og þá hugsa ég frekar að ég þurfi bara að vera að taka einhverja byrðar á mig og sinna einhverju sem að ég vil ekkert gera stundum svona ekkert alveg að fúsum og frálsum vilji heldur, sko, meira bara skildurækning gagnvart málstafnum, sko. Snorri, það búið að vera gaman að spjalla við þig. Já, sömuleiðis. Og þakka þér kærlega fyrir að koma. Ég veit heilmargt, eða mér finnst ég veit heilmargt þig núna. Já. Og eitthvað þinn innri mann sem ég vissi ekki áður og ég vona það að hlustendum og áhorfendum líði eins. Það er rétt sem þú segir, sumpart eru við ólíkir, en það er líka sitt hvað sem við eigum sameiginlegt og þannig er það nú með flest okkar. Já. Að í stað þess að vera að einblína á það sem aðgreinir okkur, þá getum við nú stundum líka bara velti fyrir okkur hvort þess ekki fleira sem saminar okkur. Já, mér þetta skrýtna klan hérna norður í Raskati á eyjunni. Við sitjum upp í
hvert með annað og þurfum einhvern veginn að finna út úr þessu. Já, fallegasta leiðin okkar til þess að við verðum svo stíf þegar við verðum fullorðin. Við stífum svo mikið upp af félagsmótun, af átökum við aðra, af áföllum, af veseni, af ábyrgð. Maður stífar allur. Þess vegna galdurinn í því sem við erum að tala um, að finna það sem við eigum sameiginlegt. Galdurinn í því í börnunum. Við erum öll sammála að þessi börn eru yndisleg. Nú kemur bara að leikskóla. Þetta bara það fallegasta. Og þetta framtíða kynslóðin. Þannig að hún tákn fyrir sameininguna okkar. Og við erum að klúðra því svolítið. Þessu. Þetta það sem getur, og það nákvæmlega þar sem að kynslóðurnar sameinast á ný. Skilurðu, foreldrar okkar gætu hafa tekist á, eða ömmur og afar. En síðan eru nýju kynslóðurnar, það ákveða þetta upp á nýtt og þær verða aftur vinir, sko. Þar eru öll dýrin í skóginum vinir, sko. Þannig að þar börnin þau eru svo tær, þau eru svo ómenguð og óspillt. Já, og þú náttúrulega mjög heppinn maður núna og haltu fast í alla þessa fegur sem að þér gefin vegna ykkar unga drengs, 3 vikna gamals drengs. Maður jú eftir á að hyggja þegar ég hugsa mín svona bestu skeið ævinnar. Það voru nú sennilega árin þegar ég átti barn sem var yngra en 4-5 ára gamalt, sko. Þetta er ótrúlegur tími. Já, það svona 7-8 ára sem drengirnir taka kannski alveg gott, kannski 12 ára ósympatískt skeið. Það kaldtýrið. Og maður þarf að njóta þess að áður en það skellur á. Og maður getur notið þess, maður getur sannarlega notið þess þó þetta sé alveg brjálæðislega erfitt líka. Það bara hannig, það lífið. Kæra þakki fyrir komuna, Snorri Másson. Gangi þér vel. Takk. Við höldum áfram dagskráni hér við Rauðaborðið, ekki fara langt, kæru hlustendur. Annar kafli eftir andartak. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.